Hjalti Þór með stóru þotni til hamingju með 8 stiga sigur á Hetti í kvöld. Þið þurftu að hafa fyrir þessu. Já, við vorum eiginlega svolítið sjálfum okkur vestir í þessu leik. Það var eiginlega bara svoleiðis. Þegar við náðum einhverju fórskotið þá fórum við út úr öllu og vorum ekki skynsamir. En þessi leikur sást greinilega, hann var mikið undir, mikið barátta og þetta var ekki rosalega fallegur körfubolti. En það skiptir engu máli hvort hann er fallur ekki ef sigurinn lendur okkar megin. Nei, alls ekki. Ég meina, 2 stig eru 2 stig, sigur er sigur og það er það sem við komum inn í að leik til að gera og það náðu því. Kom ykkur óvart að Hattamenn þeir byrjuðu leikinn rosalega sterkt og hittu það virtist nóg fyrir að missa boltann, þá var hann allt ónýtt. Nei, í rauninni ekki. Við vissum að þeir myndu koma dýrveldistin inn í leik. Þeir eru svolítið með bakið upp við vegg og þeir verða að fá stig. Það töpum móti Val í seinustu umferð sem svona varði að vera þeirra rauninni sigur. Og síðan þá komu þeir alltaf að reyna að taka sigur og við vissum að myndu koma dýrveldistin. Hvað sem að menn hafi unnið eftir því plani sem þú lagður upp ekki, þá skilaði sigri. Já, ég meina á köflum vorum við að spila fínt og varnarleikurinn okkur stóð löngu köflum ágætlega. En eins og Moss og Mirka við heldum þeim í 4 stigum, sikkurum 4 stigum í hálfleik. Við vorum að gera vel þar, en þá voru alltaf ekki skiptinir eins og þú segir áðan að skiptinir hjá þeim voru að setja. Svo var rosalega gaman að sjá að ungir guttar eins og Júlis hafa svona kjark og þor til að setja henni þrýst á ögurstundu. Þetta var alltaf svakalegt skot. Ég vissi ekki alveg hvað hann var að gera, ef ég sé alveg svo Skaut var svolítið djarfur en að fór onni og ég meina menn þurfa að hafa punkt til að klára svona. Það er kannski það sem skiptir alltaf miklu máli að hafa trú á sjálfum sér og láta það það. Já, algjörlega. Í þessu skiptir það öllu máli. Hafa trú á liðsfélögunum og trú á sér sjálfum og liðinu og öllu, það er það sem skiptir máli. Og Pálmi með alveg aldeilis rosalega leik í kvöld, mér skilst hann hafi verið með einhver 25 stig. Já, með 27 stig en það var alltaf svolítið þannig að þeir voru svolítið mikið að doppeltíma á Markus. Þá var Pálmi galopinn, ég skil ekki alveg hvað þannig sem voru að gera að skilja hann eftir. En allavega 2 stig í hús í kvöld, 4 stig komin í sarpinn, þannig að nú heldur bara baráttan áfram og KR á útivelli í næsta leik. Það verður eitthvað. Já, ég meina við förum bara í KR heimilið og gerum okkar besta og ég meina það verður challenge og það er það sem við viljum, það verður bara gaman. Og allt getur gerst. Allt getur gerst í körfubolta. Til hamingju. Takk ægilega. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.